Gjörðu svo vel. Takk. Já, ég er doktorsnemi í jarðvísindadeild við Háskóla Íslands og doktorsverkefnið mitt er fyrsta sinna tegundur á Íslandi. Það hefur enginn rannsakað áhrif súrnunar sjávar áður á landinu. Þannig að þetta er svona algjörlega nýtt svona í íslenskum vísindum, má segja. Það er í rauninni mjög stutt síðan rannsóknir á alþjóðavísu hófust. Það er hérna árið 2006 það birtust 10 greinar súrnun sjávar í vísindaheiminum. Í dag er þetta sko mörg hundruð. Þannig að vísindasamfélagið var ótrúlega seint með hlýnun jarðar. Þá var vísindasamfélagið ótrúlega seint að átta sig á að það væri raunverulegt vandamál. Og hvað veldur súrnun sjávar? Jú, það er koldíoxíð. Það er þessi gróðurhúsalofttegund og sjórinn hefur rauninni tekið til sín 30% af því koldíoxíði sem hefur blásið út í andrúmsloftið síðan iðnaðurinn hófst. Þannig að ef sjórinn var ekki til, þá væri hlýnun jarðar meiri í dag heldur en er orðið. Þannig að sjórinn er einnig búin að buffera svona loftslagsbreytingar en er í rauninni að súrna. Þar sem að koldíoxíð breytir ákveðinni efnafræði í hafinu og veldur súrnun sjávar. Og hérna árið 2000, það er bara beina mælingar og svo er hérna spá fyrir út öldina til 2100 og þið sjáu það að miðað við síðustu 20 milljón ár þá er þessar breytingar alveg svakalega hraðar fyrir lífríkið. Og það voru einnig aftur reikna bara pH hafsins eða sýrustig hafsins þarna 20 milljón ár aftur tíma þessi hægt. Það er víðsvegar heiminum hefur koldíoxíð verið mælt í hafinu en hvergi í heiminum eru áhrif súrnunar sjávar jafn augljós. Og þetta er að því, við erum með mælistöðu hérna, Hafró, við erum með mælistöðu hérna norður á Íslandi. Þessi sjórinn er tiltölulega stöðugur, hann er kaldur og ekki mikil blöndun á milli sjávarmassa. Og við sjáum bara mjög greinilega hvernig pH er að fara niður með tíma frá því mælingar hófust í yfirborði. Og þetta er frá cirka 1984. Og þessi gögn eru talsvert greinilegri, þessar breytingar eru talsvert greinilegri heldur til dæmis sunnar í Atlantshafi, þar sem er miklu meiri breytileiki hvað var allt til hitastigi og annað. Það sem að ég helst að skoða í mínu verkefni og er líklega alvarlegasta málið í þessu öllu er kalkmyndandi lífríki. Og þetta er vegna þess að kalk leysist upp ef súrnun sjávar er of mikil. Þannig að með tímanum eftir þegar sjórinn súrnar þá minnkar einnig nokkuð sem kallast kalkmettun. Og þegar kalkmettun er komin undir ákveðið stig þá bara leysist kalkið upp. Og þetta er svona nokkuð flókið af því að lífverur mynda alls konar tegundar kalki, það er helst þessar 3 tegundir hér. Og það skiptir máli hvaða kalk lífverurnar myndar. Og argonít hérna og magnesín kalsít eru svona óheppilegri kostir þegar kalkmettun fer lækkandi. Þessar kalkgerðir leysast fyrir upp. Nú, þessi sníll hefur verið kallaður svona canary in a coal mine þegar kemur á súrnun sjávar. Þetta er sníll sem myndar svona argonít-skel og er mjög algengur í norðurhöfum og reyndar svipar í suðurhöfum og þetta er mjög mikilvægt fæðutegund fyrir til dæmis laxfiska í Kanada. Og hvali og sjófugla og alls konar fiska, alls konar dýr hérna, sérstaklega aðeins norðar við Ísland. Og þessi sniglar eru nú þegar farnir að lenda í vandræðum vegna súrnunar sjávar. Skelin er að þola illa þessa lágu kalkmyndun sem er að verða hérna norðar við Ísland. Og sjáu hérna á myndinni, þetta er bara skel sem var sett í sjó sem var undir mettar með tilliti til kalksins. Og eftir 45 daga sjáum við hvernig skelin voru orðin svona hálf upplýst. Hérna sjáum við svona líkan, eða módel, sem sýnir hvernig mettunarstig aragonít sem þessi sníll myndar, hvernig það er að breytast með tíma. Og þetta er svona hreyfimynd sem fer frá deginum í dag til ársins 2100 og appelsínugulu svæðin á þessari mynd eru svæði þar sem í yfirborði er aragonít, þessi tegund kalks, undirmettur og þessi tegund kalks leysist bara hreinlega upp á þessum appelsínugulu svæðum. Og þið sjáu það hvernig þetta er að koma nær okkur, þetta kemur alveg upp í Ísland og þessi snýt er ekkert einsdæmi. Í rauninni
langflestar samlokur og sniglar mynda arfand. Þannig að þetta er mjög alvarlegt vandamál fyrir mjög margar kalkmyndandi lífverur í hafinu sem eru mikilvægar í fæðukeðjunni, eins og ég kemur aðeins inn á eftir. Kóraldýr mynda líka aragonít, kalk, og það er ekki allar tegundir sem mynda kóralrif, en kóralrifin eru bæði í köldum sjó og í hlýsjó mikilvæg fyrir annað lífríki, þetta myndar svona búsvæði. Fyrst, ef við skoðum aðeins lífsjár kóralrif, þá eru talið að neikvæð áhrif fyrir þessi kóralrif muni verða ansi mikil á þessari öld, sérstaklega með hlýnun líka. Og þið sjáu hérna að fyrsta myndin hana elst er hérna fyrir innvækur, hérna 280 stendur fyrir ppm eða part fyrir miljón, eftir útgefa miljón koldíoxíð. Við erum núna komin upp í 450 þegar greinin birtist, þar sem þessi myndir tekin úr árið 2007, þá vorum við hérna við 380 marki og erum alltaf að komast aðeins nær 350 markunum. En bláu svæðin á þessari mynd eru svæði þar sem kóralrif geta þrifist, samkvæmt tilraunum með kóralrif. Við sjáum það að það eru nánast engin svona svæði eftir í lok þessari aldar. Þannig að það er mjög erfitt að segja hvernig hlýsjarkóralrif muni bregðast við, en það er mjög líklegt að neikvæðar afleiðingar súrnun sjávar muni verða augljósar við enda aldarinnar. Við Íslandi erum við með frábær kaldsjávarkóralrif og ég var einmitt að lýsa þetta í kofina 2010, kom hérna inn með Bjarna Sæma því þá hefur við verið að skoða kaldsjávarkóralrif hérna rétt við Höfn í Hornafirði og hérna botnaði ljósleiðarakapallinn og eina höfnin á svæðinu var náttúrulega hérna í Höfn í Hornafirði. Ég held að það hefur minn en 1 metr undir Bjarna Sæma hafnum þegar við varum að skríða hérna inn, hérna einu kosturinn. Þannig að hérna Höfn í Hornafirði það kaldsjávarkóralrifin nær en margan grunar. Þessi rif eru og voru mjög stór við Ísland, en eru náttúrulega talsvert minni núna, það er bara að skemma sem ekki við veiðum myndina. Þetta áttu menn sér ekki aðeins hversu mikilvæg þeir voru. En þau eru talin talsvert mikilvæg fyrir ákveðnar tegundir af fiskum sem uppeldissvæði fyrir útveiði. En það er mjög illa þekkt fyrir Ísland hvaða hlutverkið er gegna í vistkerfinu. En það er talið að 70% kaldsjávarkóralrifja, eins og hér, á heimsvísu verði böðuð í svona undirmettum sjó, svona sjó þar sem að kalkið basically leysist upp. Og þetta er í enda aldarinnar. En hins vegar hafa tilraunir með þennan kórall sem er mjög algengur sýnt það að hann getur með þess að lifað í þessum undirmetta sjó, hann getur einhvern veginn aðlagast. En hins vegar er það staðreynd að þessi kaldsjávarkóralrif eru að mestu leyti óverndaður kórall sem er í raun dauður, en myndar samt þetta þrífið búsvæði. Þessi dauði kórall hefur ekkert lífrænt lag til að verja sig með. Þannig að þá myndar í rauninni bara fara á leysistöð. Skrápdýr, þetta er dýr sem við kannast ágætlega við, þetta eru krossfiskar til dæmis og ígulker og svo hérna slöngustjörnur. Og þessi dýr eru oft mjög mikilvæg í vistkerfinu og steinbítur til dæmis, nytjategund, étur mikið ígulker og svona harða kalkmyndandi dýr. Þessi dýr virðast vera nokkuð viðkvæm gagnvart súrnun sjávar, sum reyndar ekki svo, önnur meira. Tilraunir hafa sýnt til dæmis með ákveðna slöngustjörnu, því hérna slöngustjörna sem er bak við þessa myndina, sjá hversu mikið þéttleiki getur orðið, ég veit ekki hvað það er. Þetta verður oft mjög mikið þéttleiki og þessi slöngustjörna getur breytt vistkerfinu með því að vera bara í gríðarlegum þéttleika og róta upp setun og svona, getur verið mikilvæg. En tilraunir sýndu það að þessi slöngustjörna gæti líklega dáið út fyrir árið 2050 vegna súrnunar sjávar. En þeir komið mjög nálægt okkur í tíma þessar afleiðingar. Þessi slöngustjörna er mjög algeng í Ísland en það hafa engar tilraunir eða rannsóknir verið gerðar á henni hér. Við höfum ekki hugmynd það getur verið að sé ekki að byggja hér eins og í Svíþjóð þar sem tilraunir eru gert. En þetta er alltaf vísbendingur hversu alvarleg þessi þróun er. Súrnun sjávar er þegar farin að hafa efnahagsleg áhrif í heiminum. Það eru gríðarlega mörg ostrueldi við vesturströnd Bandaríkjanna og þessi eldi fyrir nokkrum árum byrjaði að lenda í því að öll nýliðun mistókst og svo var farið að stúfana og endanum er Bandaríkjamenn núna að fjármagna miklu meira en áður rannsóknir á súrnun sjávar af því að þessi efnahagur sem er upp á marga milljarða króna var að hrynja.
Og það kemur í ljós að súrnun sjávar að valda því að lirfurnar gátu ekki þroskast almennilega í ostrinum og þeir eru farnir með þess að sum fyrirtæki eru farin að rækta lirfur á Hawaii og fljúga þeim, sem er náttúrulega ekki mjög carbon friendly, en þeir fljúga svo með lirfurnar á vesturströnd Bandaríkjanna. Þannig að þeir eru farin að eyða alls konar peningum í vesen til að tækla þessi áhrif á súrnun sjávar. Þarna eru svona fyrstu alveg efnahagslegu áhrifin sem við erum að sjá í heiminum. Svona, til að taka þetta saman aðeins það sem ég var að segja, þá eru neikvæðast áhrif líklega á lindir og kóraldýr, kalkmyndandi þörunga og skrápdýr. Lindir eru samlokur og sniglar, kóraldýr náttúrulega kóralalaga og svo eru náttúrulega skrápdýr svona eins og þessi slöngustjörna. Og hvað með fæðukenæt? Hvað þýðir þetta fyrir til dæmis mennina? Okkar nýtistundar sem við erum að nýta. Jú, það er fyrsta lagi bara mjög erfitt að spá fyrir Í fyrsta lagi þekkjum við fæðukeðjur það illa í heiminum að bara að spá fyrir hvernig brotthvarf einna lífur eins og vængjarsnigilsins, hvernig áhrifin munu vera, það er mjög erfitt að spá fyrir Hugsanlega kemur önnur tegund í staðinn sem þolir betur þessi súrnun sjávaráhrif eða hlýnun. Hugsanlega kemur ekki til staðinn og verður hrun í fæðukeðjum. Það er mjög erfitt að spá fyrir og svo er bara einstakar tegundur illa þekktar og svo jafnvel breytileiki innan tegundar hvernig tegundum við bregðast við þessum loftslagsbreytingum, hvaða breytingar sem það er að verða. Þannig að það er mjög erfitt að spá fyrir þetta en nýjustu skýrslur, til dæmis þessi sem frá IPCC sem Endel var að vitna í, segja bara hreint og klárt að það munu verða breytingar. Við bara vitum ekki nákvæmlega hvaða breytingar það verða. Og svo fyrir utan þetta, það líta alltaf þetta er ekki fæðukeðja. Þetta er mjög flókin fæðuvegur og spágildið okkar er bara, þetta er bara mjög, við þurfum eiginlega að fara að nota yfirnáttúrulega spáminn eða reyna að spá fyrir þetta er vísindilega mjög erfitt mál. En við erum svona farin að sjá aðeins, svona með auknum rannsóknum á súrnun sjávar erum við farin að sjá aðeins betri mynd í dag. Aftur að taka það saman á lokum, þá er mörgum spurningum enn ósvarað. Rannsóknir eru mjög stutt að við komum með margar aðrar rannsóknir. En það er mjög lítill vafi á því að vistkerfið í hafinu við Ísland muni verða fyrir áhrifum á súrnun sjávar. Hugsanlega ef við byrjað að vera einhver áhrif, við bara sjáum það ekki, við vitum það lítið vistkerfið og við erum ekki að rannsaka það mjög mikið í dag. Nú, vísindasamfélagið, þessi skýrsla frá IPCC til dæmis hefur kallað eftir auknum rannsóknum á súrnun sjávar á norðurslóðum og við erum í rauninni á réttum stað fyrir slíkar rannsóknir. Fyrir utan það er líka til einstök langtíma gögn sem við sýndum ykkur áðan sem sýna eina hröðustu súrnun sjávar í heiminum hér við land. Það er bara þakka ykkur áhrifnum.